Þetta er verkefni 15 á blaðsíðu F23 í Excel og við ætlum að halda áfram með síðu 1, setja formúlu hér í C15 og við finnum if-fallið og við ætlum að athuga að setja formúlu sem segir að ef B15 er jafnt og já, og nú þurfum við að setja shift og 2 eða sem gæsalappir ef það er já, af því það er texti hér, en af því að svarið á að vera í texta en þá þurfum við ekki að setja gæsalappir. Með og á móti, þeir koma sjálfkrafa. Þannig að hérna verðum við að setja þær af því að við erum að vísa í texta. Og við afritum formúluna niður og nú ætlum við að fara aftur í FX-hnappinn og count if-fallið, telja hvað það eru margir með og á móti. Þannig að við segjum count if og förum hérna og segjum já. Hér þurfum við ekki að setja gæsalappir, kemur sjálfkrafa. Það eru 5 og síðan förum við aftur count if, hvað eru margir á svæðinu, sem segja nei. Og það eru 4. Ég ætla að vista og síðan er síðasti liðurinn hér. Það er þetta aðeins neðar hérna. Að þá förum við í if-fallið ef talan í B28 er hærri en eða jöfn og 0 og það þarf að vera í þessari röð, sem sagt hærra en eða jafnt og, það má ekki vera jafnt og eða hærra en. Ef talan í B28 er hærri en eða jöfn og 0 þá á að standa inneign, annars á að standa skuld. Og við þurfum ekki að setja gæsalappir, þær koma sjálfkrafa. Og við afritum formúluna niður. Nú ætlum við að telja þá sem eiga inneign og þá sem skulda. Þannig að við förum hér í count if. Hvað eru margir á svæðinu B28 til B36 sem er hærri en eða jafnt og 0. Það eru 6 sem eiga inneign og við finnum á sama hátt í count if hvað eru margir á þessu svæði sem eru með lægri tölu en 0. Setjum ekkert jafnt og þarna. Og ok, það eru 3. Og ég ætla að vista skjalið og sýna ykkur í öðru myndskeiði næstu síður.